Komið sæl og velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja á vettvangi dagsins og svo eftir kemur til mín Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Hann ætlar að ræða dómstóla samfélagsmiðla. Síðan kemur Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og hún ætlar að fara aðeins yfir stjórnmálastöðuna. Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, ætlar að koma síðan og ræða tíðindi dagsins að ríkisstjórnin hefur boðið til blaðamannafundar. Það sem að búist við því að gjaldeyrishöftunum verði endanlega aflétt. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Það eru komið til mín Þorleifur Arnarsson, leikstjóri, Hulda Þórisdóttir, doktor við sálfræði og kennari við Háskóla Íslands, Árni Helgason, lögmaður og Katrín Oddsdóttir, lögmaður og mannréttindalögfræðingur. Velkomin. Takk. Við ætlum að færa okkur svona aðeins í þessari viku úr svona þessu daglega dægurþrasi stjórnmálana og skoða svona aðeins stærri myndina. Þið eruð öll miklir áhugamennum samfélagsmál og samfélagsgerðina hérna og látið hana varða í störfum ykkar. Þið er líka sameiginlegt að vera svona að þessari kynslóð sem er bara í þessum töluðu að taka við landinu, ekki kynslóðin sem mun erfa landið, hún situr föst heima hjá foreldrum sínum en þá og við tölum vonandi við hana síðar. Nú hefur ný ríkisstjórn tekið hérna við og við setið 2 mánuði og sumir segja að þetta geta verið einhver frjálslyndasta stjórn sem að sést hefur hérna og það eru ekki eins bjartsýnir. Við erum að horfa upp á sögulegan hagvöxt, allir hagvísar vísa upp á við og svo voru náttúrulega þessar fréttir að berast að nú aflétta höftunum. Þorleifur, hvernig líst þér bara svona á stóru myndina, á stjórnmálaástandið hérna? Ég held að maður verði samt eiginlega að skoða annars vegar sko Ísland og hins vegar á heimsvísu og þótt að margt líti mjög vel út á Íslandi akkurat núna, þá eru gríðarlega alvarlegir blikur á lofti í alþjóðamálum og stundum líður mér eins og Íslandi þá tökum við of lítið mið af því sem er að gerast annars staðar. Við leiðum svona við sloppið fyrir hot þegar að svona útlendinga hatandi flokkur fékk 2%, tala frjálslyndustu ríkisstjórnina sem þýðir náttúrulega samt svona kapitalískasta ríkisstjórn sem við höfum haft og hérna við erum að byrja alvarlega á heimsvísu að súpa seyði af misskiptingu auðs. Að maður hlýtur ekki að spurt sig á því ég er alveg upp, þá er þetta að hafa heilbrigðiskerfi, menntakerfi, menningarkerfi, samgöngukerfi. Núna 30 árum setna erum við miklu ríkari en nokkur tíman í sögunni og það er ekki til peningur til að gera þessa hluti. Og maður þarf ekki að fara í mjög grundiga rannsókn til að komast að því að breytingin liggur einfaldlega í því að það er búið að draga svo mikið úr skattlagningu, sérstaklega á efstu hópa samfélagsins, bæði hérlendis en ekkert síður í alþjóðlegu samhengi, að það er bara mjög stór hluti kökunnar sem er ekki lengur skipt aftur. Og þetta er ekki lengur, það er bara búið til eitthvað svona ljótt orður og skattar að vera að taka þetta af okkur, en þetta eru þjónustugjöld. Og það er búið að draga svo úr þessum þjónustugjöldum og það er ekki hægt að halda upp í það. Já, og ég meina, Mikael Torfason við þáttum fátækt í gær. Það er verið að tala við kennara með 2 börn, einstæða móður með 2 börn sem er algjörlega við fátækramörk. Hún er við fátækramörk við það að kenna í grunnskóla, aukavinna helgar og vinnur í öllum fríum. Hversu lengi heldur þetta fólk úti áður en það byrjar að leita að einföldum lausnum? Það sé hægt að ljúga þessu fólki, það sé hægt að þessu útlendingarnir, eða konurnar, eða feministarnir, eða hinir. Og það er þetta sem er að gerast annars staðar í heiminum. Og við erum að sigla inn í mjög svipað. Skattlagning á efstu hluta samfélagsins sem meira og minna borgar bara fjármagnstekjur eru helmingur af því sem venjulegt fólk borgar. Og þetta gengur ekki upp. Katrín, tekur undir þetta? Já, ég fór að hugsa þegar að þú varst að tala Þorleifur setningu sem kona sagði við mig daginn. Hún sagði, hvernig má það vera að það sé miklu hærri skattur á vinnu handaðina heldur en einhverju peninga inn í banka. Þú veist, þetta er mjög skrítið. Við erum alveg svo vönu þessu kerfi að við spyrjum kannski aldrei þessara stóru spurninga af hverju þetta svona, heldur erum við svona að tweaka einhverju prósentu til og frá. Þú veist, en kannski þetta sem að Þorleifur að segja nákvæmlega málið, að zooma þess út og skoða býtu heildamyndin þessi. Það eru einhver, þú veist,
8 manns, sagður mér áðan, Þorleifur, sem eiga, 50% af öllum eignum heims eða hvað, þetta bara kom út eitthvað svona Þetta eru ofnast einfalda tölur. 2010 eiga 388 ríkustu manneskjur í heiminum helming, 2016 þar 8. 1979 eiga 20%, á topp 1%, 20%. 2016 eiga þau 52% af öllum eignum heimsins. 20%, 1% á 52%. 14% þar á eftir eiga 44%. En þetta náttúrulega ekki svona slæmt hérna á Íslandi. Nei, þetta ekki svona slæmt hérna á Íslandi, en það erum við ekki komið með hálf fasíska stjórnarhætti. En Austur-Evrópa meira og minna komin undir neofasista. Við erum að horfa bara Marine Le Pen. Brexit að leiðin í mjög ísólerandi stefnu. Við tala nú ekki það sem að gerast í Bandaríkjunum, þar sem að ný gerð af rasisma í rauninni búin að brjótast leið til efstu stiga samfélagsins. Ég sannarlega sammála því að vaxandi misskipting auðs vandamál og það bara rannsóknir mínum fræðum, sálfræðinni, sýna bara hvað það slæmt á öllum stigum. En ég kannski ekki alveg eins langt og þú í dystopísku hugsuninni að misskipting auðs aukist gríðarlega og ekki hvað síst hjá þessu allra surrealist ríka 1%. En við vitum líka að flestir hafa það betur heldur en þeir hafa haft það nokkru sinni áður. Það má ekki gleyma því heldur og þú veist, við höfum kannski með eitthvað svona rómantískar hugmyndir áður fyrir við náða að fjármagna öll okkar kerfi. Kerfin voru miklu ódýrari í rekstur, voru miklu einfaldari og ég meina heilbrigðiskerfi, reka heilbrigðiskerfi í dag og reka heilbrigðiskerfi fyrir 50 árum síðan, það eru ekki líku saman að jafna í kostnaði. En það sem líka athyglisvert og nú eru félagsvísinda fólk á fulla að reyna að greina hvað í gangi í Bretlandi, hvað í gangi í Frakklandi og svo ég tala nú ekki Bandaríkin og þetta, getum við rakið þetta til efnahagslegra misskiptingar, liggur þetta í því eða virðist þetta liggja í einhverju öðru og að sjálfsögðu ekkert loka svar komið og sitt sýnist hverjum en það að minnsta kosti mjög sterkar vísbendingar það að það sé ekki síður óttinn við breytta samfélagsgerð, óttinn við fjölbreytnina og tala að hvíta forréttindastéttin, karlar og konur sem að styðja þá eru þeirra að það þessi ógn við að nú eru minnihlutahóparnir að taka yfir. Við erum ekki lengur þessi forréttindastétt og greiningar bara öflugust fremstu fræðimann á þessu sviði ekki hvað síður að benda til þess að það sé ekki raunveruleg ógn við afkomu, heldur þetta sé þessi svona identity stjórnmál sem að ráða ekki hvað minnst það þó að ég ætla ekki að gera lítið úr því að efnahagsleg misskipting meinsemd. Það var náttúrulega hvítt fólk í Bandaríkjunum sem var svikið af núverandi stefnu, henni globaliseraði kapitalísku stefnu sem kom Trump í Hvíta húsið. Já, en það var ekki endilega fólk með lægri tekjur. Jú, þetta meira. Í röstbeltið í Bandaríkjunum hefur mist 7 milljón störf undanfarna 20 árum og 7 milljón hafa farið út fyrir góð millistillistörf, sérstaklega störf unnið með líkamannum yfir í það að vera störf sem að eru láglauna þjónustustörf. Þetta fólkið sem gerði útslagið. Og þessi þróun mun alltaf bara halda áfram ákveðinni meiri tækni. En það var mun meiri tengsl við menntun heldur en tekjur, til dæmis, að kjósa Trump. Þannig að, já. Árni, getur þú tekið undir þetta? Hefur áhyggjur af því að þetta þessi þróun sem við séð erlendis muni koma hingað? Já, ég get tekið undir náttúrulega því sem að hefur sagt og kannski sérstaklega með Huldu, við verðum að horfa til þess að það er náttúrulega aldrei jafn margir haft það jafn gott og núna, en að samaskap eru þetta kröfurnar að aukast. Við gerum aðra kröfur til velferðarkerfisins og heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins, heldur menn kannski gerðu hér áður fyrir. En það sem ég finnst aðeins varandi þessa umræðu skatta og misskiptingu og uppbyggingu í velferðarkerfinu og svona, held ég við verðum samt að horfa svolítið til þess sem að fara að gerast þetta heima. Og allavega með það sem ríkisstjórnin hefur sagt. Og það það að það sem kannski kom út úr þessum kosningum, þessum mörguleiti sérkilnum kosningum sem var í fyrra, voru alls konar misvísandi skilaboð, en það kannski einn svona þráður sem var að fara í mikla uppbyggingu á Íslandi. Og við erum í einstakri stöðu til þess. Við erum að gera mjög stóra samninga við þessa frægu kröfuhafa,
erlendu kröfuhafana sem voru kröfuhafar á föllnu bankana sem gefur ríkissjóði gríðarlega mikla peninga. Og það sem mér hefur fundist svolítið athyglisvert að það er komið dálítið mikið svona samstæð það að við ætlum að nota þetta í uppbyggingu. Við ætlum ekki að nota þetta í neitt annað, við ætlum að byggja upp veginn okkar, við ætlum að byggja upp heilbrigðiskerfið okkar, menntakerfið okkar og velferðarkerfið og að Ísland verði svona, þetta verði almennilegt. Og það er það sem að ég held að... En heldur að fólk hafi raunverulega trú á því að það sé að fara að gerast? Ég meina það er strax farið að tala uppbyggingu á vegakerfinu í gegnum vegatolla og það eru þá einkarekið. Samneyslan fer þá augljóslega ekki í það. Já, ég held, það er þetta góð spurning. Ég held að fólk hafi þessar væntingar núna. Þetta var svona svolítið það sem kom út úr þessum kosningum. Og ég held að ríkisstjórnin þurfi þetta svolítið að skila árangur í þessu. Og það er kannski ekki hægt að segja til hvort það gerist í þessum mánuði eða næsta eða svoleiðis. En ég held að svona ef að þeirra líður á kjörtímabilið, þá vil ég fólk náttúrulega fara að sjá að það sé orðin veruleg breyting á þessu. En þetta er náttúrulega, segjum sem svo að það veri staðið við þetta og hér verði lagt vel í innviði og svona, það breytir því samt sem aður ekki eins og Þorleifur var að nefna, þú veist, hér er fólk sem að verður sannarlega eftir og það er erfitt að lifa á bara einmitt kennaralaunum sem að er náttúrulega bara óásættanlegt. Þarf ekki að gera eitthvað í þessu og nú er náttúrulega það hefur verið töluvert launaskrið, kaupmáttur hefur aukist. Hvernig lögum við þetta? Ég held að vandamáli sé bara það að þetta kerfi er mjög ónýtt sem við búum við og ég held að fleiri og fleiri af okkur mannkyni sé að átta sig á því. Finnur eitthvað ónóta tilfinningu það að allt þetta sem okkur er sagt að trúa gangi upp og svo lögum við aðeins veginn og heilbrigðiskerfið þá verður þetta fínt, að það sé bara ekki þannig. Út af því að ég held að það sem við erum að gera, við erum að vinna með mjög gamalt lýðræðislegt kerfi sem er í grunninn alveg ótrúlega fallegt. Það er að segja að við veljum einhverja aðra til þess að taka sér ákvarðanir fyrir okkur og við treystum þeim. Málið er bara við treystum þeim ekki lengur. Og það er svo slæmt. Það er traust brestur á milli sem því það fer rosalega mikill tími og orka í að rífast og reyna að sanna sig og í raun og veru eru svona þessi siðferðilega hvernig háttsemin til þess að þingi er einkennileg. Ég held að flestir sem þar eru hafi bara ágætis siðferðiskennd og svo koma þær í pont og byrja bara að monta sig eins og einhverju svona mjög prímatífir abbar og síðan að dissa hinn alveg massíft bara eins og svona með einhverju eineltisseggir og þetta er ekki fallegt og þetta er ekki það sem fólk vil horfa upp á. Og þetta er ekki raunverulegu störfin þegar fólk er ekki með. Og þess vegna líka held ég að þetta traust halda frá að minnka en ástæðan fyrir því að það minnkar er ekki síðan svo að þetta kerfi er að ákveðnu leyti svolítið úrelt. Við þurfum að hafa miklu betri tæki til þess að kalla valdið tilbaka þegar það eru ákvarðanir sem við getum tekið betur sem upplýst heild heldur en einhverjir örfáir. Eins og hvað? Eins og til dæmis skil ég ekki eitt dæmi bara, þú veist, akkur er nýja stjórnarskráin ekki komin í gang. Ég veit að það er meirihluti fyrir að ná þingi og ég veit líka að það er þú veist, að því að þessi 5 flokkar sem reyndu að ná saman voru orðnir sammála einhverja leið til að fara með hana. Þeir eru ennþá fleiri og það er þingræði í landinu, minnst að nafninu til, en þetta er ekki einu svona á umræðinni. Samt er þetta eitthvað sem að eiginlega fallegasta sem við höfum gert sem þjóð í einhverju nýsköpun varðandi lagasetningu og lýðræðistilburði. Ég held að við höfum aldrei gert neitt jafn sérstakt og þetta ferli sem þar er til grundvallar. En annað er líka þetta, til dæmis, áfengisfrumvarpið. Hver er réttu penn sem er ekki komið ógeð á þessari umræðu, skilur? Það var allir með einhverja skoðun. Þetta er svo fucking leiðilegt. Og síðan er bara hægt að segja, heyrðu, veljið þið þetta. Akkur er það ekki bara gert? Í staðan það sem mun gerast það kom einhver lög, allir verða brjálæðir, Guðni lendir í geðveikri klípu og mér á endanum þurfa að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og allir verða, þú veist, svona ennþá frekar brjálæðir ef hafa ekki bara fengið að taka þessa ákvörðun. Þetta er ekta ákvörðun sem að, þú veist, ef að fólki finnst þetta skipta svona miklu máli að það á að eyða endalausum tíma okkar allra í að ræða þetta, hvort það sé hægt að kaupa eitthvað bjór út í búðið ekki. Þú veist, það getur haft brjálæðislega miklar lýðheilsulegar afleiðingar og allt það, en við höfum tvisvar áður tekið ákvörðun svona áfengistengt máli í þjóðaratkvæðagreiðslu, það gekk bara fínt, þú veist, og í staðan fyrir að eyða endalausum tíma í þetta, maður er svo móðgaður sem kjósandi þegar maður sér fólk sem er í störfum fyrir mann vera að rífast þetta endalaust og maður veit að stór mál setja á hakanum á meðan, það er bara mjög móðgandi. Er þið sammála þessu? Þarf að bara endurræsa svolítið kerfið hérna? Þorleifur, byrja þú? Sko, ég tek á mörg leyti undir að kerfi sem hafa verið lengi við lýði, þau eiga það til að skekkjast. Og það er rosalega erfitt, sko, það er kynslóðin sem er að taka við. Sko, við fáum í hendurnar kerfi og við eigum ekki að fá að breyta þið neitt. Við eigum í rauninni eins og svona, við eigum að fá að íta í svona 2 cm til hægri eða 2 cm til vinstri. Og ég held að það væri ofboðslega gott að taka og hugsa í grunninn og nú er ég ekki að tala um einhverja svona kollsteypur en það þarf að endurnýja umboðið sko í pólitíkinni, en það þarf líka að endurnýja umboðið í hvernig sko kerfum við höfum skapað.
Og ég held sko, þú talar sko, ég er ekki alveg sammála að við séum ríkari nokkuð tíma fyrr, af því að ég upplifi það ekki þetta með sér mínu nánast umhverfi, með að við hvernig ég var alveg upp, en ég held aftur á móti að sko, við erum á mjög mörgum stöðum að setja peninga og kraft í hluti sem þyrfti ekki endilega að vera þar, af því að við höfum alltaf gert það þannig. Og það eru margir hvatar í þessum kerfum sem eru mjög rangir. Til dæmis, ef við tökum örorkukerfið, það er betra að lenda í slys og verða öryrki, heldur en að verða geðveikur og verða hægt og rólegur öryrki. Af því að þá miðast tekjurnar síðustu 3 árin. Þannig að sko að fólk er að lenda í alls konar, af því að það er búið að búa til einhverja staðla og eitthvað kerfi sem er síðan lagt ofan á og í síðustu kosningum var svolítið víðtæk krafa, það kom mismunandi skilaboð. Það þýðir ekkert annað en það var mjög stór sko svona samfélagslegur bogi sem vildi nýtt samtal. Og það var svo sorglegt að sjá pólitíkina svona fljótt fara aftur hún í skotgrafirnar í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það virðist vera sem að þjóðin vill að við eigum sko víðtækt samtal, gerum það. Af hverju þurfti að mynda minnsta mögulega meirihluta? Og nú er ég ekki að tala ég er ennbla, því ég er ekki flokkur. Bara minnihlutastjórn? Já, eða bara stjórna sem allir settust niður og það væri bara byggð miklu breiðari stefna. Mér leist ekki á svona litla hægristjórn, mér leist heldur ekki á sko stóra vinstristjórn sem skildi eftir stærsta flokkin. Mér fannst miklu frekar verið að kalla á einhvers konar víðtækara stærra samtal. Af hverju ekki bara meðfram þessu að segja, heyrðu, við ætlum að kalla líka til bara fundaraðar eða við ætlum að kalla til nýs þjóðfundar eða að hafa ímyndunarafl til að segja, heyrðu, við skulum skoða mál með ykkur, með þjóðinni, í staðinn fyrir að taka kosningarnar, skella aftur í lás og fara síðan að rífast eitthvað sem að í rauninni, eins og segja, hvort það er áfengisfrumvarpið eða sem bara skiptir flesta alveg ofboðslega litlu máli nema þeim sem eru ofboðslega heitir í málum. En svona grundvallar auðmýkt til að segja, heyrðu, hvaðan kemur vantraustið á okkur? Hvaðan kemur vantraustið á stofnanir samfélagsins? Við skulum tala þetta, við skulum eiga samtal þetta. Og ég held að það myndi opna svo mikið að dyrum að því eins og þú segir, það er fólk hérna inni sem ég heyri tala á hvað verstum í samfélaginu er fólk sem ég þekki af engu nema góðu og það er í öllum flokkum og ég veit að þetta fólk myndi helst allt við að gera þetta en það því miður virðist vera komin kúltúr sem gefur þessi ekki farveg. Já, ég held sko, ég er alveg sammála, það var mikil stemning í þjóðfélaginu, minnst að kosti því þjóðfélagi sem ég verið við, með svona breytt samtal og samstarf og atkvæðin dreifðust mjög mikið og var verið að ljá svona nýjum röddum, Píratar voru þetta ekki alveg nýjir en svona því sem næst fengu mikla vikt og ég var nú svolítið að vona þessar löngu stjórnarmyndunarviðræður þar sem fólk talaði saman þvers og kruss að það leiðis og það getur vel verið að gera það, þessi ríkisstjórn er þetta nýbúin að taka við að leiti af sér sko meiri sátt og svona meiri skilning á hvað flokkarnir standa fyrir, hvað er raunverulega vilja, hvað er sem eru tilbúin að ræða bak við luktadyr. Þannig að það getur vel verið munum sjá það. Nú áfengisfrumvarpið er sannarlega sammála því að koma upp í koka því. Það er þó þverpólitískt, það er þó ekki í flokksgröfunum. En það sem ég finnst áhugavert og má kannski velta upp og er gaman kannski að heyra ykkar sjónarmið. Ég hef stundum sagt að ég talað sem þú varst að nefna að við viljum fá sko aðeins nýtt kerfi, nýja sýn og fá fólkið inn og það er náttúrulega það sem þessi þjóðernispopulísku flokkar hafa verið að gera, hafa verið að keyra á löndunum í kringum okkur. Það er ýmislegt, það eru þetta, þeir eru þetta drifnir áfram á óttanum og andúðunum við útlendinga og svona andúð við einhvers konar elítu, hvað sem eru fjölmiðlar eða fræðimenn eða hvað það nú er. En það er jafnframt þetta krafa að færa valdi til fólksins sem er að mörgu leyti mjög falleg krafa og ég held að sú krafa hafi svolítið skilað sér inn í íslenska... Þetta eru flokkar alveg bæði til hægri og vinstri út allt, sko. Já, en þeir eru samt fyrst og fremst til hægri, þeir finnast vinstra megin. Og það sem við höfum séð hér, og náttúrulega sem Píratar hafa staðið fyrir, nú ætla ég ekki að halda því fram hér í beinni útsendingu að Píratar séu popúlísku flokkur, það myndi ekki gera þeim, mér eða þeim ekki gagn, en þeir hafa það popúlíska element að vilja færa valdi frekar til fólksins en íslenskt samfélag borið gæfu til þess að fá slíkan flokk
án þess að hafa þjóðernishyggjuna og andúðina á einhvers konar elítu með. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt einmitt að fá þeirra rödd í auknum mæli hérna eins og getur fólk deilt hvenar mál eiga heima hjá þjóðinu og hvenar ekki. En þannig að því leyti held ég var ég líka bjartsýn eftir okkar kosningar. Einmitt hérna þjóðernisflokkurinn bara einhvern veginn hérna sprakk innanfrá og við fengum frjálslinda öfl og öfl sem vildi á jákvæðum nótum einhvers konar populisma. Ég held að þetta sé reyndar í svona betra horfi núna umræðan á þingi. Það svona mín tilfinning heldur en oft áður sko. Og það að sé minnihlutastjórn, 32 þingmenn, það mun hafa þær afleiðingar að það þarf að semja meira. Það þarf að taka þetta samtal eins og þú segir. Já, það er meirihlutastjórn 32 en hún meirihlutastjórn. Minni meirihlutastjórn. Já, þetta er orðið starffræði þáttur hérna. En þið vitið hvað ég er með. Það er lítill meirihluti og það þarf að semja og það þarf að teygja sig aðeins út fyrir flokka. En það byrjar ekki sérlega byrlega. Það gekk ekki vel að skipa í nefndir og Nei, auðvitað er alltaf einhverja ágreiningar. Menn alltaf fara svolítið fljótt í gömlu hlutverki. Já, ég held samt við þurfum alþingi og þetta varða. Við þurfum að horfa það að við sjáum svolítið svona toppinn á ísjakanum. Við sjáum þingmannin sem kemur upp og fróðufellur í punktu og er alveg brjálaður, en við sjáum ekki alla nefndafundina og allt samstarfið og allt sem er vel gert. En akkur sjáum við það ekki? Akkur er þetta ekki bara opið? Já, það er nú bein útsending frá nefndafundum. Ég bara efast að það sé svo vinsælt sjónvarpsefni. Það þykir ekki frétt. Það er mjög sjaldan. Það er mjög sjaldan. Ég veit það ekki. Ég held samt að eitt af því sem gæti verið svona leiðarstefið okkar til framtíðar í eitthvað betra samfélag er einmitt meira gegnsæi. Ég held að þetta sé vandamál sem þú ert að lýsa sem svo sannarlega rétt, af því ég held að þetta sé alveg nákvæmlega sem þú segir. Þau eru með ákveðin leikþátt að einhvern veginn sem þau upplifa þessi eftirspurn eftir. Ég held að það sé ekki eftirspurn eftir öllu þessu hatri og þessari svona þessum einstrengingsætti. Ég held að það sé einmitt eftirspurn eftir miklu meiri bara gæsku og fegurð inn í okkar samfélag. Og ég held að ef þau ná að vera svona góð við hvort annað utan kameru þá verða þau bara hunskast til að vera það líka í beinni og það kannski einmitt þarf að þá sýna okkur það að þau geti unnið saman á þessum nefndafundum. Ég er alltaf að heyra þetta. Ég held að það sé líka partur bara af því hvernig þið fjallaðir þetta. Það er að gera sýna það líka. En ég ætla líka að segja sko. En myndi í rauninni ekki það sem að gerist bak við tjöldin þá bara færast frá þessum nefndafundum og eitthvað annað, bara í okkur aðra fundi? Það getur verið. En svo má heldur ekki gleyma því að við höfum náttúrulega gengið í gegnum ýmislegt núna upp á síðkastið og tölum beint lýðræði sem er þetta mjög jákvætt fyrirbæri. En ég meina við höfum nú tekið ákveðin skref í þá átt. Það voru núna eftir hrun tókum við þrennar þjóðaratkvæðagreiðslur ef maður rétt og sem er nú meira en við höfum gert bara allan lífveldistímann. Og ég held sko hvað varðar tala eins og nýju stjórnarskrána eða þess að tillögu nýju stjórnarskrá. Ég held að það sé náttúrulega svo mikið lykilatriði í því ferli að gera hlutina í sátt. Og það sem að mér fannst sko einkenna það ferli þarna eftir hrun, þetta var svo hávær krafa sko, nýja stjórnarskrá strax og breytum hinni í gömlu og tökum hana bara alveg út og það er nýtt skjal og nýtt plagg og ný stjórnarskrá. Og þetta er stórt skref að stíga og stjórnarskráin þarf náttúrulega að vera þannig að það sé friður hana, hún sé ekki þannig að það komi ný ríkisstjórn og það fyrsta sem hún gerir er að endurskrifa hana og svo þýðir það þá að næsta ríkisstjórn tekur það tilbaka. En það er náttúrulega augljóst ekki friður hana núna. Nei, en hún hefur þetta gagnast okkur eins og mjög vel. En ég tek fram, ég er ekki að segja að hún hefur verið óbreytanleg en neitt svoleiðis. Ég held að við þurfum að taka skrefin og mér er svolítið gott sem forsetinn okkar sagði í sinni fyrstu ræðu sko. Menn þurfum að horfa á þetta í áföngum, taka skref. Ég held að samt sko út af því hvernig þessi stjórnarskrá var samin þá sé samt mjög erfitt og að líta fram hjá líka afgerandi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu af því það grefur undan lýðræðinu sjálfu. Að við segjum já, kjósendur með svo sem segja það sem þeir vilja en við ætlum ekkert endilega að hlusta á það samt. Það er óbúrslega erfið niðurstaða. Mér finnst svo niðurstaða að sitja í beinunum á mörgum og ég veit ég er nú ekki mjög hlutlaus, við kennum það nú mannafrist en mér finnst sitja svona í beinu samfélagsins pínu svona eins og sum mál sem bara ekki fyrirgefast, Guðmundar- og Geirfinnsmálið, kvótamálið, það er eitthvað svona óyfirstíganleg kergja undirliggjandi í samfélaginu vegna stórra mála sem næst ekki að settla og sætta með fallegum hætti. Þetta er þannig mál fyrst mér. Ég held samt sko þjóðaratkvæðagreiðslur, þær sé ekki endilega best til þess fallnar að ná sátt í samfélaginu. Þá vinnur ákveðin okkur, annar tapar. Máli er ekki leyst og þetta er svolítið svona eins og við vorum að ræða hérna fyrir þáttinn. Sko, það er ekki komið að laust þannig að það er eins og ég kannski hlynnt aukinni aðkoma almennings að ákvarðanatöku gagnsæi gegn það lykilhlutverki þjóðaratkvæðagreiðslur. Einmitt, en ef ég má púsla við þetta sem hún er að segja, sem ég algjörlega sammála þér, sem er þeim misbeitt eins og Brexit er fullkomið dæmi, fólk fekk ekki einu svona upplýsingar og það hlutlausar sendar heim til sín hvað það var að kjósa heldur voru bara þá sem öskruðu hæst sem ekkert með náði í gegn. En hins vegar þá ef við skoðum þátttaka almennings,
við höfum þetta ferli aftur. Við höfum þjóðfund stjórnarskrána, svo höfum við opið stjórnarskrána, þess að samtal milli fólksins og þeirra sem voru að reyna að skrifa þannig texta sem voru ekki úr stjórnmálunum flestir, og síðan þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er eiginlega fullkomið dæmi það hvernig hægt að nota beint lýðræði með mjög margbreytilegum hætti. Núna er til dæmis að ryðja sér rúms eitt sem heitir deliberative polls sem að Fiskinn stendur fyrir í Stanford, sem er í raun og veru það að gefa random eða slembivöldum fulltrúum almennings tækifæri til þess að tala saman, síðan fáðu fullt af upplýsingum tiltekið mál og svo talaðu saman aftur. Og það sem er mælt er munurinn á afstöðu fólksins milli þessara tveggja samtala. Þetta er til dæmis ein tegund af beinu lýðræði sem er mjög skynsamleg. Því þarna segiru, við ætlum að eiga samtal, ekki þessi venjulegu hagsmunaaðilar heldur fólki í landinu, og við ætlum að velja það með þeim hætti að það sé ekki að klína á því einhverju agenda. Svo gefum við þeim upplýsingarnar og svo sjáum við hvernig þau þróa sína hugsun eftir og fyrir, og þetta er mjög snjallt vegna þess að það er engin gáfæri heldur en fjölbreytt heild fólks. Það er bara þannig. Við getum endar að skipa einhverju sérfræðinga í nefndir en þeir verða of einsleitir til að fá bestu niðurstöðuna. Besta niðurstaðan fæst með fjölbreytti úrtaki alls konar fólks. Það er snjallara heldur sérfræðingarnir. Við höfum alltaf minni og minni tolerans fyrir upplýsingum og tíma. Og það sem er rosalega áhugavert að því að bardaginn í stjórnarskrána byrjar eftir stjórnarskrárferlið. Maður hefur eiginlega aldrei séð aðra en sátt, þverpólitíska sátt, eins og inn í nefndinni sem samdi þetta skjal. Það sem satt fyrrverandi formaður bændasamtakana, frjálshyggjumenn og sem maður hélt að vera örgustu vinstrimenn og bara töluðu sig niður á samkomulag. Þannig að það var held ég síðan að mörgu leyti svona sérfræðinga sem fannst þeir vera útilokaðir sem hafa ákveðin eignarréttar hugmynd á lögum landsins sem að stóðu ofsalega mikið, sem bardaginn gegn þessu hefst á mörgu leyti sérfræðingaveldinu í kjölfarið. Og þú varst að tala áðan ég er stór hluti ársins í Þýskalandi, þar sem að náttúrulega það er varla svo stóra umræfni í Þýskalandi í dag er uppgangur þjóðernispopulisma. Og í Þýskalandi er komið flokkur sem nær líklega 15% í og samkvæmt könnunum sem gæti þýtt að endi með maður veit ekki 20. Og krafan þar, og þetta er áhvert að í Þýskalandi það er svo mikil umræða, það er svo stórir, sterkir fjölmiðlar að þeir ná að analýsa umræðina svo vel, en það er þessi krafa á að þessi elíta láti af því að vita alltaf best. Og það er svo óhuggulegt að því að ég held að þetta slái, þetta slær hjörtu svo margra, en þegar þú bætir síðan við í rauninni lélegu menntakerfi þegar fólk fá ekki almennilega upplýsingu, hins vegar í rauninni að með því að fjarlæga vinnuöryggi er þetta fólk meira og meira að stunda fleiri vinnur til að hafa í svo á, hann hefur ekki tíma til þessar upplýstur umræðu og upplifir síðan að það sé búið að grafa undan, það sér pólitíkusana og businessmennina saman, ég með þetta er ekkert öðru svo Íslandi, hvort heldur að, ég er enda listamæður en ef ég hringi og fæ ég yfirlega góða þjónustu, en auðvitað hafa viðskiptajöfrar í Íslands og bankastjórar betri aðgang að pólitíkusum heldur en ég, hvað þá heldur en verkamaður í Sandgerði. Og það er verður til ákveðin konsensus og ákveðin svik, og ég held að þetta sé rétt, við eigum nokkur svik í Íslandssögunni, við eigum líka út alla Evrópu. Svik þar sem að það virðist vera hagsmunahópar án þess að þurfa að útskýra mál sitt nái sínu í gegn. Og upplifun verður að það sé búið að mynda einhvers konar skjaldborg sérfræðinga, listamanna, pólitíkusa og business og fjölmiðla sem ætli bara að fá að stjórna og ráða. Og þessi gremja plús léleg menntun plús erfiðar efnahagslegar aðstæður skapa jarðveginn fyrir fasisma. Það gerði það á 3. áratugnum og það er að gera það aftur núna. Og ég held, Thomas Piketty, þetta er nefnilega, þegar ég komið aftur af misskiptingunni, Thomas Piketty, hreinlega, þessi bók hans, Capital in the 21st Century, í rauninni analýsar til nákvæmlega munin á rentunni af fjármagni og rentunni af störfum. Og hann sýnir beinlínis fram á það með mestu, víðtækustu hagfræðirannsóknir sem gerðar hafa verið, að þessi þróun er að aukast, munurinn, og síðan leyfir hann sér í lok bókarinnar ákveðnum spátum að ekki komið fyrir alþjóðlega auðskatt, og við erum að tala á gríðarlegt fjármagn,
þá munum við enda í plútokratískum eða fasískum samfélagum. Við erum búin að vera á svo dimmum nótum hérna. Við skulum ekki horfa samt fram með því líka, við vorum aðeins að tala hvert við erum að stefna, sko. Við erum allavega hérna heima á Íslandi, við erum á góðum stað núna. Við erum á þeim stað núna, við erum búin að vinna okkur út úr hruninu. Við erum á mjög fínusta efnahagslega. Auðvitað þannig að það tekur því miður ekki til. Viðvörunarbjöllur hérna einhvers staðar úti. Já, en ég held að viðfangsefni sé kannski meira að fara að snúast það, sko, einmitt að passa þensluna, passa við missum ekki úr böndunum. Versus það sem hefur verið svona síðustu ár, við höfum svolítið svona verið að vinna okkur einhvern veginn aftur á stað. En þarf ekki þá samtímis einmitt að passa bara í rauninni skiptingu gæðana, að það dreifist með sanngjarnari hætti? Ég held að lykilatriði sé að tryggja fólki tilfinningu öryggi og það getur verið þá tilvista öryggi, efnahagslegt öryggi. Þegar fólk upplifir óöryggi, óvissu, þá verður það hrætt og þá verður það halt undir svona. Það eru marga leiðir, auðvitað ekki einföld lausn. Það er betri menntun, það er atvinnuöryggi og það er aðkoma fólks. Allt þetta sem við verðum að tala er liður í að draga úr því sem við sjáum í Þýskalandi. Auðvitað, ég meina ekki bara Þýskalandi, Þýskalandi verður, sko, annars maður fyrir upplifir, sko, stundum, því að, þú veist, við vitum ekki hvað gerist í Frakklandi næsta ári. Ég meina, auðvitað erum við, þess að tók ég til að byrja, það stundum maður eins og sko, í öðrum heim þegar maður situr á Íslandi, af því að við, sko, við svo oft rauninni lítum svo lítið út í heim, en það eru gríðarlega, sko, stór og ógnvænleg ský á sjóndeildarhringnum. En það eru leiðir til að sko, koma í veg fyrir það og það þarf þá bara að taka mjög heiðarlega samræmi það. Ef að gæði heimsins enda hjá ofboðslega fáum sem búa við betri skattlagningu og búa við sko, gæði sem að restina samfélaginu deilir ekki, þá mun samfélagi rísa upp gegn því og það mun brjótast út í ófremdarástandi. Því miður. Ég held samt að það sé líka alveg von. Ég er ekki að segja að við þurfum að vera vakandi. Tíminn bara farin frá okkur. Við verðum að vera vakandi, það er það sem ég er að segja. Ég held að þurfum líka að setja þess meiri áherslu á annað heldur en bara efnahagslega mælikvarða og reyna að hugsa vel hvort annað og finna meiri svona kærleika í öllu því sem við gerum gagnvart hvort öðru, líka þeim sem er ósammála okkur. Þetta séu góð lokaorð. Takk hérlega fyrir komuna. Við komum hérna aftur á Vörmisspori með Hafstein Þór Hauksson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands, ætlum að ræða réttarsali samfélagsmiðlana.